mikið á óformleitingum. Það nú í lagi. Fundarstjóri, formaður Sjálfstæðisflokksins og kæru flokkssystkini. Flokkurinn okkar, Sjálfstæðisflokkurinn, flokkur fólksins í landinu. Hann flokkur sjómanna, bænda, verkafólks, námsmanna, verslunar og þjónustufólks. Hann flokkur sem hefur hagsmuni aldra jafnt sem barna að leiðarljósi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá stofnun þann 25. maí 1929 boðað að viðvarandi ágreiningur og ósætti milli mismunandi þjóðfélagshópa sé ekki líðandi hjá okkar fámennu þjóð. Stétt með stétt lindinsengu þeirra sem Sjálfstæðisflokkinn prýða. Staðfesting á vilja okkar til að allir geti lifa hér á landi í sátt og samlyndi, sama hvaða bakgrunn þeir hafa, án þess að þurfa að óttast að einum þjóðfélagshóp sé gert hærra undir höfði en öðrum á grundvelli forræðishyggju, sérhagsmuna eða klíkuskapar. Einhver kynni að segja að þessi einkunnorð sem þessi rætur frá 1929 eigi ekki lengur við. En það öðru nær. Átök, sundurlyndi og niðurrið á jafn illa við nú og í upphafi aldarinnar. Engri þjóð hefur vegnað vel þegar að innbyrðis átök hafa einkennt þjóðlífið. Í sjálfstæðisstefnunni fólgin mannhelgi. Mannhelgi eins og okkar fyrrum ástkæri leiðtogi Ólafur Thors þreyttist aldrei á að brýna fyrir landsmönnum. Það að frelsi fylgir ábyrgð, atvinnufrelsi má ekki skapa þjóðfélag sérhyggju, græðgi og niðurbroti mannsaldans. Gjör rétt, þolei órétt. Þannig hefur sjálfstæðisstefnan haldið velli og jafnframt hinni íslensku þjóð farnast best, mestur uppgangi verið og vörnin sterkust þegar áföll bera garði. Kæri vinir, þessi meining okkar sjálfstæðismanna klöppuð í stein. Samstaða stéttanna, atvinnufrelsi og mannhelgin grundvöllur sjálfstæðis landsins og þess menningarsamfélags sem við búum við. Þessi hugsjón frjáls samfélag drifkraftur okkar þjóðar. Við sjálfstæðismenn getum verið stolt á okkar framlagi við að byggja upp það þjóðfélag sem við búum við í dag. Þjóðfélag ekki fullkomið, það var ekki fullkomið og verður ekki fullkomið, en það engin vafi að okkur vegna best þegar við gefum þegnu landsins tækifæri til að njóta ávaxta vinnu sinnar og hugsmiða. Frelsi lykilorðið. En á hverju stend ég hér í dag? Að mínu mati Sjálfstæðisflokkurinn ekki markmið. Hann tæki til að koma hugsjónum okkar í framkvæmd. Ég stend hérna í dag því ég vil leggja mitt af mörkum til að Sjálfstæðisflokkurinn verði enn betra tæki en hann í dag til að byggja upp og móta íslenskt samfélag með sjálfstæðisstefnuna að leiðarljósi. Ég þekki ykkur flest hér inni og ástæðan einföld. Ég hef starfað í Sjálfstæðisflokknum frá blautu barnsbeini. Ég byrjaði í Unglingahreyfingunni, í Borgarnesi og Akureyri, var síðan í forystu fyrir unga sjálfstæðismenn og var svo lánsamur að taka þátt í að stofna og endurvekja 13 félag ungra sjálfstæðismanna víðs vegar um landið. Ég var í bæjarmálum í litlu bæjarfélagi, borgarstjórn og þingi, ásamt ýmsum öðrum trúnaðarstörnum innanlands og utan. Á þessum tíma hef ég kynnst fjölda fólks allt land og mér hefur lært ýmislegt. Í fyrsta lagi að það hefur verið tiltölulega auðvelt að fá fólk til að bæða ganga í og starfa fyrir flokkinn. Ég tel að mikill meirihluti þjóðarinnar aðhyllist hugsjónir okkar og tilbúið til að leggja þeim lið ef aðstæður réttar. Þess vegna svo brýnt að flokkurinn sé opinn og taki vel á móti nýjum skoðanasystkinum, en ekki síður að hann meti að verðleikum það óeigingjarna þrekvirki sem venjulegt flokksfólk úr grasrótinni vinnur í hverjum einustu kosningum og reyndar á milli kosninga líka. Við og höfum alltaf verið fjöldaflokkur samkvæmt öllum skilgreiningum fræðanna og það mikilvægt að þannig verði það alla framtíð. Í öðru lagi hefur mér lært að Sjálfstæðisflokkurinn án efa lýðræðislegasti flokkur landsins. Aðrir flokkar á Íslandi kjarnaflokkar, smáflokkar, þar sem að örfáir einstaklingar takar allar ákvarðanir. Á meðan að við höldum landsfund þar sem að þúsundir manna koma saman, þá það flokkar með sína samkomur sem jafnvel ekki fjölmennari
en góð fermingarveisla. Á meðan nokkri tugir, kannski hundruðir velja á lista hjá öðrum flokkum, þá taka margfalt fleiri þátt í að kjósa stjórn Heimdallar. Og svo í talningum í prófkjörum. Þetta er sérstaða sem við megum aldrei þreytast við að benda á. Mín reynsla er að ef fólk sér tilgang í störfum sínu fyrir okkar góða flokk og það er gaman í starfinu, þá er það tilbúið til að leggja mikið á sig. Það er því verkefni okkar allra að hafa skipulaginu þannig að starfsumhverfið verði með þeim hætti. Verkefni eru stóra mörg. Það er okkar hlutverk að styðja forystumenn okkar í lands- og sveitarstjórnarmálum í þeim miklu verkefni sem tekist á nú stundir. Andstæðingar okkar sem ég leyfi mér að kalla niður í sveflin er að mörgu leyti með sterka stöðu. Í umræðinni og þá sérstaklega í fjölmiðlum. Það er ekki sér íslenskt að vinstri menn hafi fótfestu á því sviði og sýndi til dæmis nýleg könnun á stjórnmálaviðhorfum norskra blaðamanna að 80–90% þeirra kusu vinstriflokkana þar í landi. Það þýðir hins vegar lítið fyrir okkur að barma okkur yfir þeirri stöðu. Við verðum að koma viðhorfum okkar á framfæri með þeim leiðum sem við höfum. Það er engin vafi að það er þétt og við tengslanett sjálfstæðisfélaginu landinu okkar helsti styrkur. Ekki bara í kosningum, heldur einnig á milli kosninga. Reynda tel ég að við verðum að byrja að skipuleggja kosningabaráttu okkar mun fyrr en við höfum gert og er ekki seinna vænna að hefja undirbúning fyrir næstu kosningar í byrjun næsta árs. Okkar sterka sveitarstjórnarfólk hefur náð stórkostlegum árangri í víðum land. Það er kjörið að nýta tækifæri á milli kosninga til að bera saman bækur okkar og læra af sigrum og mistökum hvors annars. Ég er sannfærður að það myndi styrkja flokkstarfið og andan í flokknum ef við gerðum meira því að hittast. Ekki alltaf á stórum samkomum eins og til dæmis landsfundum og kjördæmisþingum, heldur ekki síður með smærri heimsóknum. Er til dæmis ekki skynsamlegt að það fólk sem náð góðum árangrum í sínu bæjarfélögum miðli af sinni reynslu. Embætti ritari er nýtt og við erum íhaldssöm í eðli okkar og spyrjum okkur hvers vegna þarf að breyta því sem í grunni gengi vel. Þrátt við að við eigum ekki að breyta breytingana vegna, þá er það mikilvægt að aðlaga okkur breyttum aðstæðum. Það höfum við alltaf gert og það er eina ástæðanum fyrir því að okkur hefur gengið vel. Markmið okkar hlýtur að vera að styrkja innviði flokksins. Það gerir enginn einn maður, ekkert eitt embætti. Við gerum það saman. Ástæðan fyrir því að ég býð mig fram að ég geti miðlað reynslu minni til að styrkja okkur í að byggja upp enn öflugri stjórnmálahreyfingu. Oft var þörf en nú er nauðsyn. Góðir sjálfstæðismenn, við höfum gengið í gegnum erfiða tíma á síðustu árum. Hugsanlega þá erfiðustu frá stofnun flokksins. Mótlæti hefur verið mikið en við erum smám saman að ná vopnum okkar á nýjan leik. Við höfum gert það með því að kvika hvergi frá okkar grundvallar skoðunum, með því að trúa áfram á einkaframtakið, á einstaklinginn, með því að verja stjórnskipan landsins gegn árás vinstrimanna og með því að koma böndum á ríkisreksturinn og skila hallalausum fjárlögum í 2 ár í röð. Nú er komið að því að sækja fram á nýjan leik. Sveitarstjórnarkosningarnar í vor, þær sýndu að flokkurinn okkar er langöflugasta stjórnmálaaflið á Íslandi. Unga fólki okkar, það er á ný fara að láta verulega að sig kveða í umræðinni og starfi flokksins. Endurnýjun og kraftur einkenni störf Landssamband sjálfstæðiskvenna. Verkalýðsarmurinn okkar er að gera sig gildandi. Og hvergi er öflugra starf hinna eldri og reynslumeiri kynslóða en í okkar flokki. Og engin stjórnmálahreyfing á öflugri grasrót allt land. Og kæru vinir, engin flokkur á Íslandi býr yfir jafn öflugum forystumanni og við í okkar formanni Bjarna Benediktssyni. Og síðast en ekki síst, kæru samherjar, við eigum okkar hugsjónir og hugmyndir, sjálfstæðisstefnuna sjálfa sem bindur okkur öll órjúfanlegum böndum. Sjálfstæðisflokkurinn er reiðubúinn í nýja sókn, fram til sigurs, sjálfstæðismenn.